Neðst á Hafnargötunni í Keflavík stendur þetta hús sem margir þekkja í sjón. Það á sér langa sögu, var byggt árið 1881 og er því með elstu húsum bæjarins. Sá sem byggði húsið var kaupmaðurinn Valdimar Kristófer Hardveg Fischer og var húsið kennt við hann, kallað Fischershús. Það var byggt sem verslunarhús og íbúðarhús faktorsins. Fischer þessi var einn umsvifamesti kaupmaðurinn í Reykjavík á þessum tíma og eftir honum er Fischersund nefnt. Húsið var flutt tilsniðið frá Danmörku og var þess getið að ekki einn nagli hefði verið notaður í grindina því allt var tappað og geirnelt. Dúsverslun keypti húsið ásamt öðrum eignum Fischers upp úr aldamótunum 1900. Dús keypti sama leyti allar eignir Fischers í Reykjavík og verslaði á þessum tveimur stöðum. Í Suðurnesi Annál var sagt húsið að það hefði verið svo vandað og veglegt að allri smíð, frágangi og fegur að annað eins hefði ekki verið byggt sunnanlands. Húsið hefur mjög mikið varðveislugildi bæði byggingarsögulega og ekki síður menningarsögulega. Það var byggt sama ár og Alþingishúsið og ber byggingastíll þess nokkur keim af því. Ekki vita til þess að mörg veglegri hús hafi verið byggð á 19. öldinni að undanskildum stjórnarbyggingum. Og má segja að þetta sé eitt merkilegasta hús sem til er á landinu af þessum toga. Fyrir nokkru kom þetta hús til umræðu á Facebook síðunu Keflavík og Keflvíkingar. Margir lögðu orð í belg og allir voru sammála að húsið þyrfti að endurbyggja í upprunalegri mynd. Í framhaldinu var boðað til kynningarfundar málið og til var hópur áhuga fólks málefnið. Hópurinn heitir Vinir Fischershús. Þetta kallabólverk sem steypt hlaðin ökkur við sjávarsíðuna. Páll Vaff Bjarnason arkitekt var upphafsmaður umræðunnar á Facebook en hann þekkir húsið vel og hefur ritað greinargerð ásamt kostnaðaráætlun hugsanlega endurbyggingu hússins. Hvernig ástand hússins í dag? Er gerlegt að gera þetta upp og fara í endurbyggingu og hvað svona þyrfti að gera í stórum dráttum? Já, það er gerlegt. Þetta er náttúrulega í mjög slæmu ástandi, enda hefur það verið látið drabbast í ansi langa tíma. En auðvitað er það gerlegt, það er mjög illa farið og þarf gagngera endurbyggingu, bæði utan og innan. Það er búið að taka 2 viðbyggingar sem voru að framan, 2 anddyri og innanhús er búið að nánast að rústa húsinu. En það er nóg eftir af húsinu til þess að fara eftir við endurbyggingun. Það er það sem er mest áríðandi, að maður hafi eitthvað til að fara eftir. Það er að segja leifar af hinu og þessum, listar og brjóstpanill og hurðir og ýmislegt annað sem klæðningar utan hús og ýmislegt annað. Ljósmyndir eru til dæmis mjög gagnlegar oft. Að þá er hægt að gera þetta og auðvitað kostar það peninga. Þá komum við að því, hvað gæti þetta kostað? Hafa menn reiknað það út? Ég mældi upp og teiknaði húsið 2006, gerði tillögu að nýtingu og gerði þá leið verklýsingu hvernig yrði staðið að verkinu og kostnaðaráætlun. Svona í stórum dráttum að þá kom það þannig út að kostnaður við endurbygginguna utanhús, hann væri í kringum 26 milljónir.
endurbygging innanhús yrði bara á svipuðum nótum, 25-6 milljónir. Þannig að í heildina voru þetta svona 54-5 milljónir utan og innan. En það nota bene 2006. Þannig að í dag myndi ég reikna með að þetta væri einhvers staðar kannski nær 70 milljónum, hvort tveggja. En það svona svipað hlutfall, utanhús og innanhús. Nú eru við búin að stofna þennan hóp, þennan áhuga hóp byggingu hússins. Hafið þið verið að skoða hvaða fjármögnunarleiðir væru mögulegar í þessu? Hægt að sækja opinbera styrki til dæmis? Við höfum nú ekki skoðað það mjög mikið, en í rauninni hópurinn ekki farin að hittast að neinu ráði. Það var haldinn einn svona kynningarfundur fyrir nokkru og kom allt til út af því að ég setti inn á Facebook gamla ljósmynd af húsinu og svona tengdi það ljósanótt að nú þyrfti að fara að gera þessu hús eitthvað til góða og það vakti sem betur fyrr það mikla athygli að það var stofnaður þessi hópur. Og ég veit að bæjarstjórn hefur haft þetta svona í farvatninu að ýta þessu úr vör, en það bara ekki verið til peninga til þess. Þetta dýrt verkefni. En það mikill áhugi og ég tala ekki hún Valgerður Guðmundsdóttir, menningarfulltrúi. Hún hefur náttúrulega verið drifkrafturinn í að endurbyggja þau hús hérna sem búið að endurbyggja á Dústorfunni, og þetta bara í rauninni beinu framhald af því. En með fjármögnun þá myndi ég segja að það kannski ekki mikið hægt að sækja í opinbera sjóði. Það hægt að sækja í húsafriðunarsjóð. Það eru sjálfsagt ekki stóri peningar í heildinni, en svo bara að athuga hver áhuginn hjá bæjarstjórn og kannski félagasamtökum. Þegar bornar eru saman myndir af húsinu fyrir nú, þá sést að umhverfið þess hefur talsvert breyst. Hafnargatan hefur hækkað, það hefur verið fyllt upp og þannig að hlaðinn kjallari hússins, hann sést ekki lengur, og tröppur sem voru hér fyrir framan eru farnar og framsvipur hússins allt annar. Hvernig var hægt að leysa þetta til að húsi fengi aftur þennan virðulega svip sem einkenndi það áður og sést á gömlum ljósmyndum? Það eru kannski tvær leiðir færar í því. Það hefur verið talað að það mætti hugsanlega hækka húsið upp. Það líst mér illa á, því að vegna þess að þá breytist afstaðan til hlaðnaveggjarins sem hérna aftan við húsið. En sú hugmynd sem mér hugnast best að hreinlega færa göturnar aðeins frá húsinu. Vesturgatan, hún myndi sveigja frá því hérna neðst og lenda aðeins annar staðar inn á Hringtorginu. Það sama með Hafnargötuna, hún myndi sveigja frá, hérna aðeins frá, það nóg pláss, og koma aðeins utar inn á Hringtorgið. Þannig að það myndaði svigrúm í kringum húsið sem myndi hjálpa til við að endurheimta þennan fallega hlaðna kjallara eða sökkul sem undir því. Þetta sá möguleiki sem mér finnst vera raunhæfastur. Svo það spurningin, hvað væri svo hægt að nota húsið í? Eru einhverjar hugmyndir upp það? Hvernig nýtingin á því? Það nóga hugmyndir nýtinguna, það ekki spurning. Reykjanesbær á húsið og hann gæti nýtta á ýmsa vegu fyrir stjórnsýsluna. Það að segja fyrir fundarsali, fyrir móttökur og ýmislegt annað, jafnvel skrifstofuhúsnæði. Síðan önnur hugmyndin að leigja það fyrir ýmsa starfsemi, eins og hefur reynda verið gert að litlu leyti með þessi gallerí sem hafa verið hérna. Þetta allt möguleikar sem eru mjög raunhæfir að mínu mati. En fyrst og fremst það í höndum bæjarfélagsins, eða semst bæjarstjórnar, að ákveða hvað verður húsið, en það vantar ekki nýtingar
eftirspurnina í rauninni.